Það komið sæl og blessuð og velkomin í Hinna Reykjavík. Núna ætlum við að ræða aðeins almenningssamgöngur og strætó og til þess að ræða það komin hingað Laufey Ólafsdóttir sem á lista Sósíalista Reykjavík. Hún hefur svona aðeins fjallað þetta á Facebook og lent þar í löngu þjarki við ýmsa menn strætó og borgarlínur og fleira. Mér langar kannski bara að byrja að spyrja Laufey, hver munurinn á í stefnu sósíalista varðandi almannasamgöngur og til dæmis meirihlutaflokkana núna sem að halda á lofti borgarlínunni? Já, það virðist vera að þessi borgarlína sé það eina sem má ræða í samgöngumálum í Reykjavík eins og og ég hef svona aðeins kynnt mér þessa borgarlínu og ég sé ekki hvernig hún að hjálpa mér persónulega sem strætónotanda og heldur ekki fleirum sem eru einmitt að nota strætó í dag. Þannig að borgarlínan ekki að svara okkar áköllin eftir betra strætókerfi. Þú notar strætó og búin að nota strætó lengi? Já, ég byrjaði fyrst að nota strætó heldur 1984 þegar að móðir mín fékk úthlutaðan verkamannabústað sem var ekki í skólahverfinu mínu. Þannig að ég hélt áfram í gamla skólanum mínum og þurfti að taka strætó alltaf daglega. Þá fór maður upp á kennarastofu og fékk fría strætómiða. Þetta alveg hætt í dag því að núna eiga börn bara að vera í sínum hverfa skólum og ekkert múður. Nema náttúrulega börn sem að hafa val á því að vera skuttlaði í skólan og svona. Vegna þess að síðan 1984, ég man hvernig kerfið var þá. Þá var strætó alltaf á kortersfresti á daginn og svo var hann hálftíma á kvöldin og gekk til 1. Þá voru meiri áhersla á þjónustu innan hverfana, þannig að það voru svona, muni kannski eftir þessu sem hafi verið að taka strætó lengi, það leið 2 Grandi Vogar og hvað hétu allir, þessir ágætu vagnar. Svo reyndar, ég bjó erlendis, ég bjó í London eiginlega mestan 10. áratuginn, en flutti aftur heim þegar ég var 99, og þá var bara komin allt annað strætó. Reyndar breyttist kerfið ekki fyrir nokkrum árum seinna. Þarna var svona búið að aðeins eyðileggja krukka í kerfinu, eyðileggja það svolítið. Þá var hann komin held ég á, minnir hann hafi verið á 20 mínútna fresti eða eitthvað á daginn og svo hálftíma á kvöldin. Hvernig hann núna? Í dag hann bara eiginlega ónothæfur. Maður hoppandi brjálaður í hvers skipti sem maður tekur strætó sem svo til daglega. Hann ekki á kortersfresti lengur? Nei, í dag hann á hálftíma fresti. Það reyndar einhver svona smá tími á dag sem hann á kortersfresti sem eru það sem þið kalla álagstíma. Ég einhvern veginn hitti aldrei á þessa tíma þannig að fyrir mér hann alltaf á hálftíma fresti. Svo það hefur eitthvað aðeins verið að svona lappa upp á þetta á undanförnum mánuðum bara. En þá lengdu þeir aðeins, fyrir 2-3 árum lengdu þeir aðeins tíman þegar hann gekk bara til 10 á kvöldin, strætóinn á tímabili og var á klukkutíma fresti á sunnudögum. En það nýbúið að laga þetta aftur þannig að okkur finnst alltaf, sérstaklega sem eru nýfarnir að taka strætó og halda þetta sé einhver svakaleg bót. En ef ég lít aftur til 1984, þá við erum ekki ennþá komið með sama kerfið og þá. Og fyrir utan líka að strætó eru horfin úr hverfanum. Hvað þýðir það? Að stoppar hann bara í útjaðri hverfanna ef þú býr til dæmis? Já, ég bý til dæmis í Álfheimum og þá þarf ég að labba annaðhvort upp á Langholtsveg sem að tekur mig 5-10 mínútur fyrir eftir veðri og hvernig ég með í eftirdrægi. Og svo þarf ég stundum að labba upp á Grensásveg eða niður á Sæbraut, það fer svolítið eftir hvert ég að fara. Þannig að strætóin fer ekki inn í hverfin eins og Grandi Vogar, hann gekk þarna eftir Álfheimum. Já, hann einmitt fór þarna Álfheimuna, já. Akkurat, og Fjarkinn gamli sem fór þarna niður hjá Laugardalshöllinni. Já, akkurat. Þannig að þetta allt. En á hverju? Þá áherslan mest á að láta strætó ganga hratt eftir stoppurutunum? Já. En hann fer ekkert inn í hverju? Nei, en samt rúndar hann ótrúlega mikið. Eins og til dæmis núna, ég kem úr Álfheimunum og það tók mig 40 mínútur að komast hingað út á Granda. Þannig að þetta 40 mínútur, þið getið ímyndað ykkur ef ég væri á bíl, þetta væri 10 mínútna bílferð fyrir mig. En þetta af því að hann fer svo rosalegar krókaleiðir og það engin önnur leið í boði fyrir mig. En nú rætt borgarlínu eins og einhverja svona endanlega lausn á almenningssamgöngum.
En það virkar ekki þannig? Ég get ekki séð það og ég sé af þessu rifrildi sem ég lendi í inn á síðunni fólk, ýmsa aðila, þá sem sagt við höfum verið sökuð að vera á móti almenningssamgöngur sem náttúrulega bara fáránlegt og mér finnst það mjög ódýr afgreiðsla að við séum að taka undir með Sjálfstæðisflokknum sem náttúrulega bara fáránlegt. Ég hef ekki heyrt Sjálfstæðisflokkinn tala fyrir því að bæta strætó inn í hverfunum eða fjölga leiðum eða vera í samráði við almenning almennt. Láta farþegana stýra þróuninni. Já, nákvæmlega. Þannig gerist það yfirleitt í öllum þjónustufyrirtækjum. Kúnninn spurður. Algjörlega. En kúnninn hefur ekkert verið spurður? Nei, það hefur verið mjög lítið gert af því. Ég held að það hefur verið einhverjar svona kannanir og þú veist, eitthvað þegar kerfinu var breytt þarna upp úr 2000. Það var skemmtileg tilviljun, ég hitti manneskju sem sagðist hafa verið í einhverjum rýnihópi þá og þeirri mannesku fannst þessi rýnihópar ekki vera mjög mikið hlustað á þau þar sko. Þannig ég held að allt svona sé bara voða mikið á yfirborðinu og þetta yfirleitt hannað af einhverjum skipulags sérfræðingum sem að taka aldrei strætó og hafa kannski aldrei tekið strætó í Reykjavík. Nei, og spurja ekki? Nei, enda var þetta líka við sem höfum verið að taka strætó lengi eftir þessar breytingar sem voru þarna upp úr 2000. Það voru margir sem bara fóru með höndum og gáfust upp, bara ok, nú er bara komin tími til að hætta að taka strætó vegna þess að þessar breytingar voru svo fáránlegar. En hefur þú einhverjum valkost það? Getur þú bara hætt að taka strætó og keyptir Lincoln? Nei, ég er til dæmis ekki með bílpróf. Ég tók aldrei bílpróf á sínum tíma og í dag er það bara mjög dýrt. Og ég er námsmaður í dag og get ekki pungað út 100-200 kalli til að taka bílpróf og það er í ofanálagt að reka bíl. Þannig að eins og staðan er í dag, þá er ég ekkert að hlaupa í það. En hvað er til ráða? Hvernig er þetta nú eru allir sammála það að ég byggja upp almannasamgöngur? Algjörlega. Og þessu lykillinn bæði að náttúrulega bara lífskjörum verðstæðu, en líka til þess að tryggja loftgæði í borginni, sem er líka náttúrulega mikið baráttumál fyrir verðstæðu því að það er meira áfall fyrir fólk sem stendur illa að veikjast heldur en hinna. Algjörlega. Og þá spurningin, hvað er til ráða? Ég tek undir þetta allt og ég held að bættur strætó er hiklaust lykillinn að þessu öllu. Og það þarf virkt notendasamráð, bara einfaldlega að fá fólk sem er að nota strætó til að koma að borðinu, segja hvað er hvað vantar upp á. Og ég held, mér líst ekkert illa á borgarlínuáformin. Það er bara þvert á móti að við sem að tala eitthvað gegn borgarlínunni, en það þarf að laga svo margt annað. En af því að þú ert að vitna í samtal þitt inn á Facebook sem ég fylgist með, þá var kannski rétt að þegar þú segir borgarlínu þá áttu við þessar 5 eða 6 stoppleiðir sem eiga að vera hraðar, en því að sumir sem voru að tala við þig töluðu borgarlínu eins og bara eina endalegu lausn á almenningssamgöngu þar á eftir. Já, og svolítið þegar ég fór að því, ég var að spurja, að fiska eftir hvar í þessum áformum borgarlínuna komi inn að bæta strætó í hverfin og þá einhvern veginn komi bara svör, já það verður gert í kjölfarið, sem að bara ég veit að ef það er eitthvað sem er ekki í áformum, þá bara getum við ekki tekið undir með það þarf að koma skýrt fram hvað annað og það vantar þetta svona háræða kerfi út í hverfin og svona styttri leiðir og öðruvísi leiðir á meðan að borgarlínan er kannski svona slagaða kerfið sem tekur bara hinnar stofnbrautirnar sem er kannski það sem eins og þú lýsir breytingunni eftir 2000 er svolítið þannig að það voru áherslan minni inn á háræðarnar en meiri áherslan lögð á að vera fljótar eftir stofnbrautunum og þess vegna kemur strætó bara upp að jaðri hverfana. Já, einmitt. Og ég veit að þessar leiðir þær gagnast mjög vel þeim sem eru eins og að ferðast úr Kópavogi til Reykjavíkur eða Hafnarfirði til Reykjavíkur og það er í sjálfu sér mjög gott og það er eitthvað sem þarf að bæta. En fyrir okkur sem erum inn í gömlu hverfunum við viljum fá okkar vagna aftur inn í hverfin. Ég vona að þið fáið það. Já. Við látum staðan í að ræða strætó, þú kemur kannski til okkar aftur. Já. Og ég hveti ykkur bara til þess að horfa á fleiri þætti og þakka ykkur fyrir að horfa á þennan. Takk.